daginn, kæru vinir, og við vannafasta fólkið, við viljum ekki annað en allt sé gert eins. Það má vera í sitt hvoru flíkinni, en við erum ekki komið til þess að sjá allt gert eins, heldur til þess að hlusta á lifandi orð Guðs sem að hefur eitthvað fallegt við okkur að segja, vegna þess að í raun og veru erum við að biðja um það. Er það ekki annars rétt? Jú, við erum að biðja um það. Og fáumst til að koma svona allavega annað veifið sumir og hlusta. Og þess vegna hvatningin í raun og veru alltaf sama. Komum daglega og gerum þetta. Komum ekki bara þegar við erum niðurbeygð og þreytt og þung og höfum svona verið lengi frá Guði, en það sumra siður. Og ég segi að sé ósiður og ég nokkuð viss að Drottinn tekur undir þetta með mér að sé bara ósiður, sem þurfum við ekki að vera. Við getum alveg haft þetta með þeim hætti að þetta sé daglega viðvera okkar og við segjum, já, ég nú ekki eins og þú, ég hef nú ekki nógan tíma í þetta. Og það alveg rétt. Ég nú þannig stendur í dag að ég hef nógan tíma og ég þakka Guði fyrir það, ég hef nógan tíma og ég líka þakka honum fyrir það að ég hef gefið honum talsvert af tíma mínum í þessi ár sem ég er búin að vera við þetta. Sumir hafa alveg nógan tíma en þeir gefa Guði ekkert af tíma sínum eða ekkert endilega meira af tíma sínum en þeir gerðu áður en þeim gafst allur þessi tími til að gera svo margt. Þeir fóru bara að gera margt. En Guð eiginlega, já, svona stundum. Og svo þegar þeim leiði illa, þá fóru þeir að mikið væri gaman að hlusta á eitthvað gott Guðsorð í dag. Og þeir byrja að leita, núna eru allir á netinu að leita, og alltaf verið að leita á þessu neti, googla. Og þeir googla stimplinn kannski predikun eða ræða eða kennslu eitthvað og enter, og svo kemur eitthvað upp og ég reyndað eitthvað, kemur alveg hellingur upp og svo bara velja, því að ég reikna með að mest af þessu sé nú í lagi. En það aftur á móti þarf þú að vita hvað sé í lagi og hvað sé ekki í lagi. Eins og við erum ofta að tala hér að þá verður hvert og eitt okkar að bera sjálfur ábyrgð á því sem að hann á. Og þú átt til trú, myndu það, bent á sjálfum og segðu, ég á til trú. Og hvað segir þetta meira við mig og eða þig? Ég þarf að sinna og rækta minni trú og ég þarf að vita sjálfur og sjálf hvað af þessu er í lagi og það get ég gert með þeim hætti að vera vel að mér í orði Guðs, eins og oft verið að tala hér. Þetta eru bara lykilatriði, mínir elskuðu vinir, sem okkur verður ekki vikið undan. Ef við viljum hins vegar ekki gera þetta, að þá einhvern veginn er trúin þannig uppbyggð í okkur af Guði sjálfum að við lendum í einhvern svona þrengingum og við verðum slöpp svona í hausnum og þungar hugsanir og andlega þreytt meira en nokkuð annað. Og það endar með því hjá flestum að þeir koma sér til Guðs og byrja að finna einhvað efni sem þeir geta hressi upp af og það allt í lagi. Því efnið, svona efni og annað gott efni til að hressa okkur upp af. Það ekkert mitt að vera að dæma neitt það hvort menn komi sjaldan eða oft, í raun og veru varðar ekkert það. En þetta vill aftur á móti kenna mér og þér það að Guð sjálfur, Drottinn Jesús, hefur yfirflæði handa okkur. Og hvað er yfirflæði? Það til að mynda það að við höfum unnið efni, Guðs efni, þegar við viljum. Og þetta byrjaði ekkert með internetinu. En það jókst allan helming við það vegna það orðið svo einfalt að flytja Guðs orð. Áður en þetta allt saman koma þá voru til bækur, flottar bækur Guðs orð sem aðrir höfðu skrifað
af reynslu sinni af Guðs orði. Menn voru að kaupa þetta og lesa og það gilti sjálfsagt sama það og þetta að þegar þreytan kom af því að vera ekki í samfélaginu við Guð vegna þess að við vorum svona slæglega við það að þá fóru þeir í bókina. Sumir auðvitað fara enn í bókinni því hún enn í fullu gildi. En flestir, obbi manna með net, tölvu og eitthvað til að horfa á og þeir fara þangað. En eins og ég var að segja áðan, það svo rangt, elskaði vinur minn, að láta þreytuna og þungan og einhvern veginn þú ert allur að deyja inn í þér, verða til þess að þú leitar loksins Guðs. Þetta þarf ekkert að fara svo neðarlega hjá okkur, því að þegar við erum komnar á þennan stað að við erum orðin svona þreytt og okkur langar til þess að fara til drottins og heyra hressinguna hans, það bara því að við höfum verið svo lengi fjarlæg honum. Það ekkert öðru sem við verðum svona andlega þreytt. Andlega þreyta kemur í flestum tilvikum þegar við erum að vanrækja þetta samfélag við Guð. Ef við erum að rækja samfélagið hins vegar, þá fyllumst við lífi. Af hverju? Af því við erum að sækja í lífið og ekkert minna heldur það. Þetta alltaf spurningin að haldast vakandi og við skiljum núna betur þegar drottinn segir og leggur mikinn þunga á þegar hann segir vakið. Svo segir hann líka þér vitið ekki tímann í stundina. Og þetta getur bara átt við svo margt. Þetta getur átt við það þegar þú ert að vanrækja Guð í deginum og svo líða margir dagar og vikur og þú ert að vanrækja hann og þú fyllist þreytu og þú fyllist bara alls konar eins og við vorum að tala á. Þú ert bara að deyja inn í sjálfum þér og sjálfri. En drottinn sagði alltaf vakið, þér vitið ekki stundina. Þú veist ekki hvenær að þessum tíma kemur. En þú veist ef þú vakir ekki, ef þú rækir ekki samfélagi, þá gerist þetta hægt og sígandi. En hvenær þú ert komin á þann stað að þú sér þetta og finnur þreytuna og veist hvert þú átt að fara sem gott, það að því að þú átt til trú sem fekk ekki þá næringu sem að henni ber og hún fór sjálf að láta á sér kræla. Af hverju? Þetta til að fá þig þangað þar sem öll þessi næring er. Og hún segir við mig og hún segir við þig, hættu þessu og fáðu mat daglega frá Guði. Því hann býður þetta, hann býður eftir borðið er tilbúið til að koma að. Akkur ekki bara að leyfa sér þennan munað, því þetta er ekkit annað en munaður. Og það sérðu og það sjá allir þeir sem hafa verið svona slæglegir við þetta. Þeir finna og þeir þekkja þessa þreytu sem kemur af. Það er ekki gott, elskaði vinur minn, að láta þetta alltaf reka sig tilbaka og til Guðs. Það er bara ekkert nógu gott. Þess vegna skulum við bara vera í ranni Guðs. Elska rann Guðs, elska fólk Guðs, elska orðið, elska trú sína, elska bænalífið sitt og allt þetta. Þegar þetta getur við gert. Þetta getur hvert og eitt okkar gert. En þú segir, ég er nú ekki eins og þú hef nóg tíma. Ég get alveg sagt þetta, ég hef ekkert nógan tíma. En ég hef samt tíma til að gera þetta og það er bara vitni ástæðu, minn kæri vinur. Ég vill það sjálfur. Og ég var í venjulegri vinnu svo þú áður en ég fór í þetta. Þá gerði ég þetta þar líka. Af sömu ástæðu. Ég vildi það sjálfur. Og ég þráði að gera þetta. Og ég átti ekki samfélagi þann tíð eins og ég oft talað Og ég var að sanka mér góðu kristulegu efnis í bókaformi. Það var nú ekki til, lítið til af því í myndband, eitthvað svona, en ekkert mikið, ekkert eins og er í dag. Það var ekkert net. Það var komið net en það var ekkert hægt að nota það í þetta sem við erum að gera í dag vegna þess að neti á þessum árum var bara seinvirkt.
Það var ekkert gert til þess að flytja einhverjar vídeómyndir. Það var hægt að flytja vídeómyndir en gæðin slík að þetta var alveg hrein hörmung. Menn voru ekkert að því, en það kannski ekkert alveg konur upp á lag með að gera þetta eða átt að sjá að þetta væri þarna færleið. En svo byrjaði þetta og þá fór að koma tækni til að gera þetta allt saman meira samkeppnisfært við til að mynda sjónvarp. Og í dag svo komið, það raun og veru engin munur á að horfa á sjónvarpsefni eða svo vídeóefni tilbúið eða beinar útsendingar í útvarp á netinu í gegnum tölvuna sína eða gegnum sjónvarpið sitt. Þó beint væri. Ég veit reyndar ekkert hvort, ég ætla að sé nú ekki mest allar beinu sendingar í dag þar fari fram í gegnum neti því að þetta allt orðið svo miklu einfaldar og ódýrara. Ef að menn voru með beinar sendingar í gegnum sjónvarp, hérna áður fyrr, þá var það oftast nær í gegnum einhvern gervihnött og þeir voru nú aldeilis ekkert ókeypis að nota þá. En netsendingarna þær fara ekkert í gegnum gervihnött. Það bara fer eftir sömu leiðum og þetta efni fer, en núna komin svo tækni að við getum gert þetta beint. Þannig að þú getur verið að horfa á alveg skriljón predikanir beint. Hlustað alveg á margar lofgjörðar stundir beint. Á netinu sjálfu, það hins vegar ekki sjónvarpinu. Það svolítið að detta niður vegna þess að sjónvarpsrekstur svo rosalega dýr. Þetta miklu ódýrari leið og hvaða fátæklingur sem getur raun og veru gert þetta. Hann þarf reyndar að koma sér upp búnaði til, myndavélum og einhverjum tölvum, en ekki svo mikið mekanik við það. Þetta þetta meðal annars ástæðan fyrir öllu þessu rosalegu efni. Og maður getur alveg tekið undir það með þér að sumt af þessu ekki boðlegt. En það erfitt að eiga við það þegar þetta inn á hvers manns heimili og menn í raun og veru ekki að átta sig á þessu rosalegu, hvað þetta fer rosalega vítt. Þeir eru bara heima í sínu herbergi og að leika sér þar. Svo bara kannski fjöldi manns að horfa á þetta. Þetta svona, vegna þess að þetta svo ný hugsun hjá okkur. Að menn ekki alveg að fatta þetta, þeir sitja bara inn í sínu herbergi, gera að dúlla sér eitthvað þar með vindavélinni í gangi, en átta sig ekki á að fjöldi manns gæti verið að horfa á. En þetta allt saman lærist og þetta hefur alltaf verið svona, þegar eitthvað nýtt hefur komið svona áhrifaríkt hefur komið fram, þá hefur það alltaf tekið talsverðan tíma, einhvern tíma að menn svona átti sig á því og fara að vinna með þetta eins og á að vinna með. Og þá vilt þú kannski ekkert að allir sé að sjá allt sem þú gerir. Og þá ferð þú að stilla þetta þannig af að þú svona ferð að búa til ákveði efni fyrir þetta þó það sé sent beint. Og það líka bara besta mál og þegar við lærum það og við munum læra það. Vegna þess að við lærum af því sem við reynum. Þannig að þetta allt saman í góðu lagi og allt saman það ekki málið. En svo kirkjurnar voru mjög fljótar að taka við sér hvað efnið svona, netvarðar í samband við predikun og boðun. Mjög fljótar að taka við sér þar og sumar kirkjur fljótari en aðrar, en samt hygg ég að þetta sé ekki nema svona 15-20 ára gamalt dæmi, 17-18 ára gamalt dæmi. Ég sé nú ekki eldra heldur en það, en menn voru byrjaðir löngu áður, þeir voru að gefa út CD-diska og þar á undan vídeospólur, en þetta allt annað efni og allt annur aðferð við þetta. Allt saman miklu þægilegar og einhver spólur og einhver diska sem safnast fyrir heima hjá okkur og fylla alla skápa sem hægt að fylla af þessu dóti. Þú bara með þetta í tölvunni þinni og bara, þú vilt, hendur þessu út og þú vilt, þú ert búin að horfa, eða gerir við þetta hvað sem þú vilt. En þetta eru allt annað umhverfi sem við erum í. Þannig að við sjáum að Guðs vitundin þarf ekkert að minnka. Og þú þarft ekkert að fara með sjálfan þig
út í einhverja deburð og drunga og þunga og leiða og reiði og allt saman það vegna þess að þú ert að slæglega rækta samfélagið þitt við Guð. Með alla þessa hvatningu í kringum þig sem þú ert ekkert að nota. Það er ástæðan fyrir því að þú lendir með sjálfan þig niður í þessari depurð. Að þú ert ekkert að nota það sem Guð hefur sett upp í hendurnar á þér. Og hvatningin hérna er svo, farðu að nota þetta. Farðu að gefa þér tíma fyrir þetta. Og þú segir að þetta, ég hef nú alltaf vantað tíma í þetta. Þetta er bara rán. Og þú veist það. Það sem vantar inn í þetta atriði er, skipulagðu það aðeins betur. Og þar bendi ég enn og aftur á Drottinn Jesús sem býður eftir því að þú biðjir hann þetta því hann hefur allt skipulag handað þér hvað þetta varðar. Hann segir á einum stað, leiti fyrst ríkis míns og réttlætis, þá munur þetta veitast að auki. Þetta hvað? Það sem þú vilt. Og þú leita ríkis hans og réttlæti fyrst, ert í nærður andlega, þó ekki sé nema nokkra mínútur á dag, það nægir til þess að andinn fái einhverja næringu og hann er lifandi, hress og sprækur og þú með og þú dettur því aldrei niður í þennan drunga. Hann nú sér sjálfur og sjálf að þú berð alla ábyrgð á þessu. Því oft er þessi drungi og depur af því að þú ert að vanrækja lifandi Guð. Og hvað gerist? Er þetta refsingur og Guði? Nei. En andinn daprast í þér að því að hann þráir þetta samfélag við Guð en veit að gerist ekki nema þú sjálfur og sjálf veljir að fara þessa leið. Og hann daprast í þér og þú daprast að því að hann daprast á þess kannski að gera þér grein fyrir því. Svo allt í einu velur þá leið sem er rétt. Þú vilt fara aftur í rann Guðs. Og hverju mætir þar? Það sem þú varst orðið þreyttur á og þreytt og gekkst í burtu frá og uppskar þessa deburð, þessi leiðindi og það er allt eins. Það er allt spriklandi í lífi. Þess vegna getur ekki hvatningi verið neitt önnur hjá okkur sem erum að predika og tala. Heldur hann að hvetja menn til þess að gera þessi verk. Við vorum að fara með orð sem er inn í þessi mál. Leiti fyrst ríkis míns og réttlætis. Leiti fyrst ríkis míns og réttlætis og svo kemur hitt og þá munur veitast allt annað að auki. Þetta að auki. Ekki allt annað, heldur þetta að auki. Og við veitum hvað þetta er sem að ná við. Það er það sem þú vilt gera sjálfur og sjálf. Við sjáum að hann er ekkert að setja neina bindingar á okkur, þú mátt ekki, þú skalt ekki, takt ekki á og svo framvegis. Hann er ekkert að velta þín eitt fyrir sér, hann biður bara það að þú gefur honum smá eins tíma á hverjum degi. Er þetta of mikið á sig lagt? Já, ég spyr þig nú þegar þú komið þá hugsun og hreinu að þú ert nú bara á leiðinni til lífsins sjálfs. Þú ert á leiðinni til lífsins sjálfs og þú munt ekki deyja. Er það ekki eitthvað? Er það ekki eitthvað til þess að hugsa velta fyrir sér? Það er eitthvað fyrir mig allavega. Og ég vil lifa því lífi sem Drottinn vill að ég lifi. Og hann hefur gefið mér ná til þess að vera þar. En ég þekki alveg þessa þreytu. Og þessa andlega þreytu því ég er ekkert öðru eins og þú að ég er ofta að berjast við þetta að gera þessi verk en ég hins vegar hef alltaf ræktað samfélag mitt við Guð á hverjum tíma. Þannig að þessi drungi þó maður þekki en svona þekki smjörþefin af honum segjum það og veit því alveg hvað fólk er að gangi í gegnum að þá hefur það nú aldrei tekist að sunka mér algjörlega niður úr öllu valdi. Það hefur nú aldrei gerst. En maður finnur fyrir þessu og veit hvernig maður á að rífa sig upp úr því og stundum er ástæðan fyrir því að ég verð svona pínu þreyttur andlega, þá er það vegna þess að ég hef kannski ekki verið að gera það sem Drottinn hefur verið að bjóða mér. Því að það er köllun á mínu lífi og líka þínu lífi. En erum við að rækja okkar köllun?
Fyrir mér það þannig að þá verð ég þessi þreytti, andlega þreytti maður þegar ég ekki að gera það sem strax fer af mér þegar ég byrja við það, eða sem sagt að byrja á verkinu. Þannig hefur þetta nú verið. Kannski ert þú svona andlega þreyttur vegna þess að þú ert ekki að gera það sem Guð að biðja þig en þú veist þú átt að gera en hefur verið að ströggla við ég finn nú eiginlega ekki tíma til þess. Gömlu góðu afsökunina sem ónýtt afsökun eins og allar aðrar afsakanir. Því að afsökun ekki gild í raun og veru. Drottinn segir bara við, gerðu þetta bara. Og þetta alveg ágætis hvatning, bara gerum þetta. Og sjáðu til og vittu til. Þú munt hafa nægan tíma til að gera allt annað sem þú vilt. Það mín reynsla. Ég hef ekki þurft að sleppa neinu þó ég geri þetta sem ég að gera og geri það daglega. Þó ég ekki þurft að sleppa neinu sem ég vilja sjálfur. Þetta hægt? Nú ég að gera þetta. Jú, það hægt. Þetta gildir ekkert bara fyrir mig. Þetta gildir líka fyrir þig. Eins og allt annað í Jesú nafni. Það gildir ekkert bara fyrir einhvern einn. Það gildir fyrir allt fólk. Það enginn hærra settur hjá Guði. Það enginn svoleiðis búinn að vinna sig í áliti og Drottni. Hann bara með hann alveg að dæla í hann konfettmólum. Hann dælir konfettmólum. Hann gerir það við alla. Hvernig einasta. Hvort sem að vinni mikið eða lítið. En að vill að menn vinni fyrir sig því að það gerir þeim svo mikið gagn að vinna og þannig líka breiðist út orðið. En hann slær engan kynnest vegna þess að hann ekki að gera neitt. Það ekki mín reynsla af Drottni. Og ég hef aldrei séð hann gera það við nokkurn mann. En menn hins vegar slá hvorum öðrum kynnest vegna þess að þeir ekki ánægðir með verkin þeirra. En hver ræður þeim? Nú manneskjan sjálf. Það ekkert mitt verk að vera að fást það þó einhver ger ekki það sem að ég vildi helst að hann gerði. Mér varðar bara ekkert það. Og ég hef nú tekið þann pól í hæðin að vera ekkert að vassast í því sem mér kemur ekkert við. En þetta eitt af því sem við þurfum að deyja og þetta eitt af því sem við þurfum að vera vakandi fyrir því að bak við svona hvað? Dómharka. Og dómharka ekki einhvað sem Guð hefur sett fram en hann veit af henni. Hann veit að þetta eitt af því sem að þarf að deyja í okkur. Það þessi dómharka. Og dómharkan rjáttlast á okkur þegar við komumst á þann stað með okkur sjálf að bara skoða inn í okkur. Þá sjáum við þetta allt sem við erum að dæma hérna fyrir. Og það besta leiðin til þess að þetta detti af okkur. Það svona sem að gerist að því orðið fær að lýsa á þessa staði í okkur þar sem þetta allt og einhvað af þessu hverfur og farið hefur fyrir betra. Þetta vinna að vera trúaður maður. Þetta ekkert nema vinna að vera trúaður maður. Þetta mikil vinna að ná árangur í trúnni sem ásættanlegur árangur. En við erum hólpin, við verðum að muna það að þráttir allt þá erum við hólpin af því að við erum undir náðinu og náðin sér til þess að við förum þá leið sem að við vorum kölluð til að fara. Við frelstuðumst til að höndla eilífa lífið. Það verður ekkert frá okkur tekið og þetta rosalega mikið atriði fyrir mig og þig þannig að við erum ekki að þýleiti til að velta þýneitt fyrir okkur. Við vitum að við erum undir náð. Við vitum líka, höfum lært það mikið að vita að Drottinn hendir engum út. Bara engum. Hann getur tekið raskatið á einhverjum og hent honum burtu. En hann hendur honum ekki út. Það annað að vera hent burtu. Og annað að vera hent út. Það held ég að sé miklu langsóttara mál og ég raun og veru sé ég ekki stafkrók það í Biblíunni. Það talaði
jú, brúðkaup, og einn sem kom inn í brúðkaupi sem var ekki í brúðkaupsklæðum, og ég lít svo á að þessi maður sem þarna kom inn ekki í brúðkaupsklæðum hafi ekki verið kallaður af Guði til að vera það sem hann var. Og þeir sem er ekki kallaður af Guði, valdir af Guði til þess að koma inn, þeir fara bara út. Þegar það velur enginn inn í Guðs hús nema Guð sjálfur. Ég vil nú skilja þetta með þessum hætti. Hví ert þú ekki í brúðkaupsklæðum hér í brúðkaupinu, sagði hann eitthvað á þá veru. Og ég held að hinn af nú einhver geta svarað eðlilega, en hann var þarna í leyfisleysi. Það hefur engin leyfi til að koma inn í rann drottins nema drottin áður dragjan, Jesús talar að dragjan yfir til Guðs ríkis. Það er bara þannig. Við sjáum líka þess að það getur allt skeð, en það fer enginn þarna nema sá sem að drottin sjálfur hefur valið. Hann er með breiða hjörð, hann er með milljónir manna, það vantar ekki, hann veit hvern og einn, þekkir hvern og einn með nafni og veit alveg upp á punkt og prik hverjir eiga að vera þar. Ef einhver kemur að það sem ekki er velkomin, eða það er allir velkomin, en Guð verður að velja þá inn. Akkur var ég velkomin? Ég veit ekkert af hverju ég var velkomin, en ég veit að ég er velkomin vegna þess að Guð setta á mig stimpilinn það. En þessi maður sem var hann ekki í brúðkaupsklæðin þarna er bara trúin mín. Hann var sem sagt komið þarna inn, hafði ekki trú, hún var bara hent út. Það voru bara fyrirmæli frá sjálfum lifandi Guði. Það var bara tekið undir hendur hans og axlir og undir lappir hans og laxið og hann var bara hent út kallgreinu. Þetta er líka það sem að verið er að segja, að það kemur enginn inn í Guðs hús sem á ekki að vera þar. Og við höfum oft talað það hér, það talar enginn til Guðs mann og kvenna nema sá sem að Guð hefur sjálfur kallað til verksins. En þarna erum við að tala annars konar köllun, heldur hana að frelsa okkur. Þarna hann að vera að velja menn í stöður, sem er allt annað mál. Það er eftir að þú frelsast, þá ertu kallaður og kölluð. Og sömur eru kallaður til þess að predika, að kenna og allt saman það er til að biðja fyrir og allar þessar þjónustur. Þetta er allt saman valið að Guði, það er sama með það, ef þú ert ekki kallaður til þess að vinna þetta starf, að þá endistu ekkert í þessu. Það hef ég líka séð. Menn koma ægilega spenntir maður og meira svo áhugasamir, menn eru svo áhugasamir sumir, þeir koma fyrstur og öllum til þess að vera pottittir á að engin annar taki embættið þeirra, en svo eftir 2-3 viku þá sjást þeir ekki meira. En þeir eru ekki kallaðir í þetta. Eins og segir á einu stað, þetta er nú allt í orði Guðs, engin riðlist og annara braut. Ef ég riðst inn í þína köllun, þá er ég raun og veru að riðlast á þeirri braut sem Guð setti þig á, og það er eins með það. Ég mun ekki endast þannig í einhvern ákveðin tíma. Þá bara nenni ég þess ekki lengur, nenni ég þess ekki lengur. En svo kemur drottinn mér í mína köllun, þar er maður alveg spriklandi glaður og opbóðslega gaman og alveg endalaust úthald. Sami maður. Í þetta skipti að gera það sem Guð áður valdi. En þetta byrjaði allt þegar ég kom inn í rann Guðs. Þá byrjaði þetta allt. Ég kom þangað ekki í leyfisleysi. Drottinn valdi mig inn. Við sjáum að það kemur enginn inn í leyfisleysi. Við höfum mannin sem kom þarna inn og hann var ekki brúðkaupsklæðum. Og drottinn sá það strax. Herðu, hvað er þú að gera hér? Og hinn gæti einhver svarað eðlilega. Og það var bara tekið undir hann og bara út með hann. Kall greið. Svona vinnur Guð. Þetta segir okkur líka það að við höfum svo miklar áhyggjur af söfnuðinum oft. Alveg hreint bara með gráan skallana, við höfum svo miklar áhyggjur af söfnuðinum. Við þurfum ekkert að hafa neinar áhyggjur af söfnuðinum. Af því að drottinn sér það. Þú ert búin að vera hérna þína ævi og hvað ertu gamall og gömul? Einhverja tugi ára. En kirkjan er 2000 ára gömul.
þegar hún var stofnuð, þá var langt í það að þú kæmir fram. En þú komst fram. Og núna ertu í þessu, núna ertu inn í kirkjunni. En svo ferð þú einn daginn. En kirkjan verður eftir og Kristurinn sami. Þannig við þurfum ekkert að hafa áhyggjur af starfi Drottins. Það sem við þurfum að hafa áhyggjur af er að við leyfum honum að starfa bara eins og hann vill. Og hvernig vill hann starfa? Hvað segir orðið? Við sjáum, við getum ekki aðskilið orð Guðs frá þessum veruleika sem kirkjan er og starf Guðs er. Við getum það ekki. Þess vegna er það ekki rangt og ekki óþarflega mikil byrði á nokkurn mann þegar talað um það að við séum vel að okkur í orði Guðs. Það er ekki hægt að leggja, það er ekki byrði á fólk. Það er aldeilis ekki byrði á fólk, sama hvað fólk segir, sama hversu lítinn tíma það segist hafa til að gera þessi verk. Og svo segir það líka, ég vildi nú að ég hefði nú aðeins meiri tíma. Það er endalausar afsakanir. En þá segir Drottinn bara aftur við þig og mig og okkur, elskuðu vini sína, bara skipulaðu lífið þetta upp á nýtt. Og ef þú biður mig, segir hann við þig og mig, að vera með í því, þá skal ég koma og ég skal finna fyrir því tíma. Tíma sem þú getur nýtt á hverjum degi, allt árið kring, inn í þetta, hvað sem þú ert að gera. Einhverja stund, einhverja mínútu sem þú getur nýtt á hverjum degi. Og það skal vera nóg, segir Drottinn, því hann sér viðleitni þína og viðleitni þín og mín, það gleður hann. Hann mætir þessari viðleitni. Og engin, eða litla líkur á því að við sunkum svoleiðis niður að bara deburðin og leiðin og allt þetta reki okkur fram fyrir augliti Guðs. Finnst okkur það ekki vera rangt? Þegar við vitum að við getum haft þetta svo allt öðruvísi. Í svo miklu betri farvegi. Sjáu ekki núna hvernig trúin snýr að mér. Ég er maðurinn sem þarf að gera þetta. Eins og þegar Samuel, var það ekki Samuel sem benti á Davíð og sagði, þú ert maðurinn. Þá var Davíð búinn að gera einhverja svakalegt klúðurverk og bara virkilega illverk og allt saman það, þú þekkir þess að sögu og allt saman það. En hann var maðurinn. Ég er maðurinn sem þarf að gera þessi verk, ég þarf að koma mér daglega fram fyrir Guð. Og þú segir þetta með mér. Við verðum að rækta trúna með þessum hætti, augliti til auglitis við Guð. Og þá eiginlega höfum við nógan tíma. Þegar upp er staðið. Þegar Drottinn er gjöfull. Hann er miskunnsamur, hann er góður. Hann sér svo að þú hafi tíma til alls. Og ég get sagt þér það að ég hef nógan tíma til fyrir allt sem ég þarf að gera. Og ég er reyndar hættur að biðja Drottinn að auka við mig verkefni. Þegar ég gerði það tíma, ég fekk svo mikið, hættu þetta komin og stoppaði núna. Hann virka. Og ég er ekkert að grína. Þetta var svona, ég bara, ekki meira. Og síðan eiginlega hef ég ekki lagt í að vera biðja hann þetta því að ég í raun og veru hef ég nóg að gera. Og ég auðvitað er afskaplega þakkláttur fyrir það. Ég elska það að gera það sem ég er að gera og vinna mikið við það sem ég er að gera. Og sé ekkert eftir þeim tíma sem ég var í það allt saman. En þess svona er Guð. Hann er lifandi. Hann heyrir bænir. Hann svarar bænum. Og sér líka þessum vittlausu bænum sem við erum að biðja hann. Hann lætur okkur bara að hafa þær. Svo þetta komið alveg nú, stoppaði nú, hættu þessu. Akkur segir hann þetta, akkur gerir hann þetta. Hann veit njást, hann vill að þú lærir. Já, þú þarft að læra þetta líka. Þú þarft að læra það og skilja það og vita það að Guð heyrir bænir. Hann svarar bænum. Og hann er ekki með einhverja mælistika á því hvað þú biður Þú mátt biðja allt, en þú hefur orðið, þá fyrir að skilja hvað séu Guði velþóknanlega bænir. Velþóknanlega bænir til að mynda hjá Guði eru það þú ert að biðja blessun inn í líf fólks,
mann og kvenna, í kringum þig. Það eru alltaf velþóknanlega bænir fyrir Guði og heill og hamingju annar mann og kvenna. Þessar bænir eru honum alltaf velþóknanlegar. En svo koma hégómlega bænir eins og bænir sem ég bað, sem ég var að biðja um að auka þess við mig, ekki landið, en verkefni. Fannst ég hafa eitthvað lítið að gera orðið. Og þá fekk ég svo mikið bara, þetta er nú alveg orðið ágætt. Og síðan ef ég ekki þórað að biðja, ég stóð mig að því daginn, þá var ég orðin eitthvað verkefna fár og ætlaði að biðja Drottinn um það. Og ég sagði, ég held ég sleppi því bara. Og ég gerði það ekki. Svo bara fór hitt aftur að rúlla. Og engin skortur á þeim. Þetta er svo Guð sem ég þekki. Lifandi Guð, alvöru þenkjandi Guð sem elskar það sem hann segir, stendur við það sem það segir og framkvæmir það sem hann segir, hvað sem það er. Líka kjánalegu bænirnar mínar. Og ég segi kjánalegu bænirnar mínar vegna þess að ég vil að þú vitir um það að þú getur beðið kjánalega bænir. Og Drottinn segir við þig, sagði það við mig með því að sýna mér þetta, hættu því. Ég allavega hætti því, ég lagði ekki í það, hef ekki lagt í það síðan. Hann og eitthvað meira sem ég sagði og fekk svolítið við mig maður að ég var alveg að drukkna í því og ég hef ekki heldur þorað að biðja það, ég mann reyndar ekki hvað það var eitthvað svona svipað þessu, en samt ekki alveg eins. Maður lærði nú aðeins. Þetta er auðvitað gaman aðeins og skemmtilegt allt saman þetta er Guð. Hann er lífið. Hann er þess að við eigum að vilja, eigum að þrá. Hann hefur verið og verður áfram. Þetta er Guð. Hann er einhver þungur og þreyttur kall upp á himnunum með nafla sítt skegg, hvítt skegg. Hann er ferskur og fallegur alla daga. Sístarfandi, hugsandi gott eitt, hlúandi að þér bak og brjóst. Eina sem hann þráir að þér líði vel. Eina sem hann þráir að þú hafir allt til alls. Og hann veit til að þú hafir allt til alls eins og hann sér það. Að hafa allt til alls getur verið annað ef ég bara sé það mínum augum. En nú sé ég það Guðs augum og það hefur gefið mér nægjusemi. Ég unni vel við það sem ég hef. Er sáttur við það sem ég er. Svona yfirleitt. Og með dótið drastlið í kringum ég er mjög sáttur við það. Ég þarf ekkert meira en ég hef. Og ef ég þarf eitthvað meira þá veit ég að Drottinn skaffaði mér það. Hann hefur gert það hingað til. Hann hefur sér mér farborð á öllu leiti. Ég hef einu sinni, nokkru sinni talað um það og oft reyndar að ég bjó á Neskustað einu sinni og lengst að ég nú líka talað um það, lengst að lengi vel, segjum það aldur, var ég bíllaus. Ég tók bílpróf 18 ára gamall og átti bíl en hef átt bíla bara svona eftir dintan og dans. Það er oft liðið langur tími ár þar sem ég eignast bíl. Og þessum tíma var ég bíllaus, líklega búin að vera bíllaus í 10-15 ár eða meira. 15, kannski 20 ár. Og svo kem ég austur, þá er ég bíllaus og allt í lagi með það, maður fór nú ekki svo mikið og maður þurfti enga bíl. Svo allt í einu skreppi ég austur á eða til Egilsstað, þar var bílasala og ég kom tilbaka á bíl og einhverjum vikum seinna þá var ég fluttur þaðan. Og ég flutti suður og hef síðan þá þurft á bíl að halda og hef haft bíl sem ég hef getað notað fram á þennan dag. Og þetta er svo fljótt að líða allt maður, það er verið 20 ár síðan, 20 ár síðan þetta var, þetta er svo svakalega fljótt að líða maður. Ég hef búin að vera með bíl í öll þessi ár. Alls konar bílar náttúrulega, en þeir hafa gengið og það hefur rægt að halda þeim við vegna þess að Guð hefur séð þetta allt. Hann hefur skaffað mér allt upp í hendurnar. Og svo þegar ég byrjaði á þessum blessari vídeóinu sem ég veit að þú elskar, að þá var það nú eitt maður og hvernig ná maður nú að fá sér almennilega vélar. Þetta er gamli góði, gamla góða hugsýkin komin upp. Og byrjaði með einhverja gamlar vélar sem einn vinur minn lánaði mér og var alltaf með það var fín vél og allt það. Við byrjuðum þannig. Svo allt inn er ég bara komið með þessa fínu vélmaður. Alvöru vél, með betri vélum á markaðnum, en hún kostaði alveg svimandi upp að maður. En þetta gat ég.
Og þá byrjaði áhyggjur þar, og kannski sumpart eru enn. Ég vissi náttúrulega að þá gengi þetta úr sér, en hún reyndar gekk ekkit úr sér, en hún var úrelt. Þetta var svona komið allt annað kerfi inn á leiðinu og ég vissi nú eiginlega ekkit hvernig ég ætti að fara að þessu. Að mér langaði þetta til að vera bara að fylgja þróuninni, ég vil nú vera þar. Og ég gat það. Allt í einu gat ég það. Og það eins með þessar vélar sem ég er með núna, einn daginn þá þarf ég að fara endurnýjar. Og ég hef alveg pottjötur á því að ég mun fá betri vélar, í raun mun ekkert sætta mig við neitt, nema bara betra. Hversu mikið betra veit ég ekkert en ég er nokkuð öruggur á því ég mun ekki fá mér sama standard, ég mun fara upp. Ég gera það í hinu tilvikinu, færði mig upp og þetta vil ég gera. Ég veit að Drottinn heyri pælingarna mína og það mun gera. Er þetta ekki trú? Ég held að þetta sé bara trú. Þetta vill Drottinn gefa þér líka. Við tölum hér trú. Við viljum eiga trú. Við þurfum að eiga trú. Við þurfum að halda okkur vakandi. Við þurfum að vita hvað við höfum að gera sjálf til þess að þetta eflist. Ef við viljum líka vita það að við erum undir náðinni, þráttur allt, og við erum á leiðinni til ríkis Guðs, þráttur allt, það breytist ekkert. Það fannst mér stórkostleg uppgötvun þegar Drottinn sýndi mér þetta. Ekki svo að skilja að ég væri nú á þeim stað einhvern tímann að ég varst eitthvað að ég væri ekki á leiðinni til ríkis Guðs, það hefur aldrei verið á mér, en núna er fullvissa. Engin efi, enga pælingar. Nú skil ég betur hvað náð Guðs er. Og ég eiginlega svona skil þetta svolítið að, ég veit að þetta starfar allt saman, en ég samt skil þetta svolítið að fyrir mig sjálfan. Náðin er eitt, trúin er annað, en þetta virkar þetta saman, starfar saman. Mér finnst gott að hafa þessa aðgreiningu. Þá sé ég að trúin er fyrir daginn, orðið sem ég lesi í Biblíunni er inn í daginn, er inn í erfiðleika dagsins, þegar þeir eru að nóa þeim, og ég þarf á því að halda. En ég er á þessari leið. Þér þekkið veginn, segir Drottinn. Farið hann. Hann er inn í þessu öllu saman. Við höfum, Biblían talar þetta aftur og aftur með þessum hætti. Þetta er hugsun fengin úr Biblíunni og ekkert minna heldur það. Þannig við sjáum að við erum að fá enn eina góða kennsluna frá þessum bæjardyrum séð. En ég veit ekkert hvað ég er búin að tala lengi. Ég gleymdi mér alveg, en ef ekki að segja þetta bara gott í dag, ég held að þetta sé orðið bara ágætt í dag. Og Konráð Rúnar Friðfinnsson kveður og kemur aftur þegar Drottinn vill að ég komi. Takk fyrir mig.